Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Lokaatriðið hjá okkur í dag verður tónlist eins og svo oft áður og til mín í sófan eru komnir 2/4 söngkópsins Jódís. Velkomnar. Takk. Ef þú, Rósa María, segir mér aðeins frá hver þessi hópur, hverjar eru þið og hvernig kynntust þið? Já, við hófum samstarf í síðastliðið vor fyrir ári síðan cirka. Sem sett ég og Margrét Árnadóttir, Herdís Ármannsdóttir og Inga Bára Ragnarsdóttir. Stofnuðu þennan söngkóp og fórum að æfa saman lög. Og það tvennt sem að tengir okkur. Já. Það bæði hestamennska og söngur. Já. Og þannig að já, og við erum sem sagt bara mjög góðar vinkonur og góð hópur. Það nafnið, Jódís, ég vildi lengi kveikja, það náttúrulega hesta, jór, já, það hestatengingin, já, jór hestur og Jódís, gyðjan sem við dýrkum. Já, nákvæmlega. Og það stendur mikið til á morgun, þið ætlaði að vera með tónleika í Hofi, ekki satt? Jú. Segðu mér aðeins. Já, við ætlum að vera með tónleika í Hofi á morgun klukkan 8. Þessir tónleika verða svona tilengaðir 4., 5. áratugnum. Frábært tímabil. Já, alveg æðislegt tímabil. Einmitt tímabilið sem við ábyggilega mikið spilað á Berklahælinu á sín tíma. Og þannig að, já, við ætlum að flytja þarna svona vinsæl dægulög í svona röddum útsetningum. Íslensk þá bara eða erlend líka? Já, þau hafa öll verið þýdd yfir á íslensku. Já. Það ekki öll íslensk. En mikið spiluð á Íslandi. Syngið alltaf 4 saman eða skiptið ykkur í alls konar einingar? Eða? Já, við erum mikið 4 saman en svo brjótum við líka upp með svona einsöksatriðum og annað. Og hvernig gengur miðasal og hvað nálgast maður miða? Það hjá Menningafélaginu í Hofi. Það sést á mag.is og bara þá í miðasölu Hofs. Já, og við verðum með hljómsveit með okkur. Já, heila hljómsveit. Já, við verðum með okkur Valmar Valjóts og Kristján Edelstein, Stefán Ingóls og Halldór, hann heitir Halldór. Halligulli. Halligulli, hann er alltaf kallað bara Halligulli. Já, var ekki vanur að segja fullt nafn. Og þeir eru búin að standa í ströngum æfingum væntanlega fyrir tónleikana? Já. Skemmt okkur reglulega vel á æfingum. Frábært. Þetta bara gaman. Þetta er svo dásamleg tónlist. Og hvernig finna svona konur á þessum aldri sem eru á fulli í alls konar með væntanlega börn og buru og fullt af öðru, hvernig finnir ykkur tíma? Er þetta bara forgangsatriði, er þetta bara forgangsröðun? Þetta eiginlega held ég rosalega mikið bara viðhorf og það það skemmtilega við þennan hóp að það, við erum bara allar á sömu bylgjulengd og erum bara sem ein manneskja og við bara finnum tíma og allar bara á jákvæðninni og gleðinni og svo þegar við hittust þá bara, það er bara eitthvað yndislegt sem gerist, það er alltaf svo gaman og dýrmætt að ná svona tengingu, þetta er dýrmættasta sem maður getur. Ofsalega dýrmætt og skemmtilegt. Svo skemmtilegt að syngja líka svona í röddum. Svo er það eitthvað heilandi, það er bara eitthvað sem gerist, er ekki búið að sanna það, það er einhver efnaskipti í heilanum bara sem að gleðja mann. Endorfín, gleðiboð og Þannig að við getum bara mælt með og hvatt fólk til að næla sér í miða og koma á morgun. Já, endilega. Það sem náttúrulega fólk kannski vant að heyra þetta í bara einsöng, þessi lög, en eins og ég segi, við erum með mikið raddar útsetningar, þannig að það er kannski það sem er svona aðeins önnur nálgun. Spennandi. Og fáum við kannski dæmum það hér á eftir. Já, akkúrat. Algjörlega. Þannig að ég ætla að segja takk fyrir komin í þáttinn, við ætlum að hlusta á lag í loki þáttarins og bara gangi ykkur vel á morgun. Kærar þakkir. Takk. Og þannig ljúkum við föstudagsþáttinum í dag, sjáumst eftir viku. Býst ég eltist á og brosi hvarf af andlitin á mér.
fjöldyndi lukkulegri hjón. Ég hýr og ég Jón, Jón komin heim. Ég glöð og ég góð, Jón komin heim. Kvíði, mæð og angist aftur vikið burt frá mér, því Jón komin heim. Því Jón